Þetta er verkefni 14 Marvel og í þessu verkefni ætlum við að búa til nýja stíla samkvæmt lið 1 og við ætlum að búa til 2 nýja stíla fyrir fyrirsagnir. Ekki nota það sem er innbyggt núna, sem er reyndar mjög einfalt að gera og breyta því. Nú erum við aðeins að æfa að búa til nýja stíla. Kostunum við að vera með svona stíla í verkefnum eða bara alls konar ritgerðum og fleiru er að maður getur átt formið tilbúið og nota það aftur og aftur. Ég er með bendilega hérna í þessari fyrstu fyrirsögn og það er svo sem ágætt að gera það. Ég ætla að opna stílarúðuna sem er á Home og undir Styles með því að smella hérna í neðra hægra hornið. Þið getið fært línuna til eða rúðuna til eins og ykkur hentar. En við förum hérna neðst á þennan borða A+, New Style og veljum það og við ætlum að gefa honum heitið aðalfyrirsagnir. Letrið á að vera Aptos Light. Nú þurfum við bara að finna það. Aptos Light á að vera 14 púnta letur. Og þið sjáu það kemur hér allar breytingar sem við gerum koma hér niður fyrir neðan. Bil á eftir er 3 punktar en við ætlum að breyta því, hafa 12 punktar bil á undan og 6 á eftir. Og við verðum að gera þetta hér í þessari valmynd, í Style valmyndinni. Format og paragraf, veljum bil á undan, 12 og 6 á eftir. Staðfestum, förum ekki út úr valmyndinni því að það á líka að vera lína undir. Og þá þurfum við að fara hér í format og border. Nóg að smetla bara hér inn á til þess að fá línur undir og veljum svo hér hægra megin neðst options að því við ætlum að draga línuna frá textanum. From text, bottom verður þá 3 punktar. Þá færist það örlítið frá. Staðfestum og staðfestum svo aftur og þá lítur textin svona út með þessum stíl á sem heitir aðalfyrirsagnir. Og við ætlum að tengja það líka við næstu fyrirsögn og eftir sem heitir uppafið og veljum það hér. Nú sjáum við hvernig þetta virkar. Þetta virkar svona eins og stippill á textan. Við ætlum að búa til annars nýja stíl líka sem er fyrir millifyrirsagnar og ég ætla bara að færa mig hérna niður í þessa næstu fyrirsögn fyrir neðan. Fer svo á Style-sporðan og vel hér aftur A+ eða New Style og hún á að heita millifyrirsagnir. Leturgerðin á að vera Aptos Light. Kemur hér ofarlega á lista núna því ég er nýbúin að nota hana og það á að vera 12 punkta letur og þið sjáu nú koma breytingarnar fram hér og við ætlum svo að setja öðruvísi bil í format og paragraf og þá veljum við hérna 12 punkta og 3 punkta á eftir. Ok, staðfestum og nú getum við staðfest þetta eru millifyrirsagnir og formið sjáu þið hér. Það sem þið þurfa helst að passa þegar maður er að búa til nýja stíla, það er að velja að stílarnir séu byggðir á normal stílnu, þannig að við fáum alveg hreinan normal grein til að byggja nýja stíl á. Staðfestu svona ok. Hérna sjáum við, hérna er þetta form komið og við ætlum líka að setja það á næstu 2. Millifyrirsagnir eða vægi og viðhorf. Textin sem er alveg fremst hérna Marvel-myndir, það er í samkvæmt lið 2 á það að vera 28 punkta leturstærð. Við getum annarkvort nota hér upp eða farið og valið bara strax 28 punkta og hún á að vera vinstri stillt. Liður 3, það er heimildi hérna fyrir neðan. Hún á að vera samkvæmt ABA-stílnum sem er fyrir heimildaskráningu. Þið getið skoða það hvernig svona kvikmyndir eru settar inn í heimildaskrá eða settar upp. Við ætlum allavega að hafa hangandi inntrátt á þessari heimild. Veljum Home, paragraf, veljum hangandi inntrátt eða hanging hér. Við ætlum að hafa bara 0,5 og við ætlum að hafa líka
línu fyrir ofan, staðfestum þetta og veljum svo hérna undir Borders and Shading, ágætt að fara í valmyndina. Við viljum hafa línu hér fyrir ofan, við gætum haft hann eitthvað þykkari, við þurfum það ekki, þið ráðið því alveg. Veljum svo hérna Options og við ætlum að hafa from text í topp 3 punktar frá texta. Ok, og staðfestum aftur okkur. Þá erum við komin með þennan texta hér.